þér ó Guð, látin veika segja ég, fæ styrk fyrir styrkleik þinn Guð. Þú ert mitt athvarf Guð, þú fyllir hjarta mitt af friði og fögnuði, og þegar ég ótta finn mun ég treysta þér, mun ég treysta þér, látin veika segja ég, fæ styrk fyrir styrkleik þinn Guð, mun ég treysta þér. Halleluja. Amen. Amen. Mun ég treysta þér. Takk Jesus, við treystum á þig og þú ert okkar athvarf. Amen. Já, Snorri las hérna fyrir í dag, við skulum spyrja gömlu göturnar og það talað að gamla vínið sé betra heldur en það nýja. Hefur einhver heyrt það? Er einhver sérfræðingur í því annar en ég? Jú, Jesús Kristur, hann breytti vatni í vín. Já, amen, heyrði ég. Halleluja. Nú komið að því enn einu sinni að við, ég og kona mín eigum brúðkaupsafmæli og það er núna 5. júlí, þá hefum við verið gift í 42 ár. Og er það ekki gamaldags að vera giftur svona lengi? Það er spurning. Ég trúi að það sé gott að eiga eitthvað sem heldur. Og mig langar þess vegna að tala hjónabandið í dag. Vegna þess að það er eitt af því sem er undir árás. Og það er eitt af þeim mörkum og eitt af þeim gildum sem Biblían hefur gefið okkur sem menn vilja færa úr stað í dag. En Biblían, hún er mjög skýr á því að þeir áttu ekki að færa að landamerki úr stað, segja orðskviðirnir. Þeir áttu ekki að færa landamerki ekkjunar úr stað. Ríkimaðurinn vildi nefnilega stundum aðeins færa til girðinguna sína inn á land ekkjunar. Og Snorri talaði svo vel það síðasta sunnudag að fjársjóðir fátæklinganna voru í húsi ríkamannsins. Og það getið þið lesið í Jesaja 3. kafla. Ég fór að lesa 3. kaflan eftir predikunina og ég bara segi takk Snorri að vekja athygli okkar á spádómsbók Jesaja. En við ætlum að hlusta á fleiri spámenn í dag og Job var maður sem varð fyrir árás óvinarins, en hann segir á einum stað að ég hafði gjört hið beina bogið, og þetta er reyndar Job 33:2-7, og eða maðurinn hefur gjört hið beina bogið, og þetta er aðeins svo hátt nælan.
gjört hið beina bogið, en mér var ekki goldið líku líkt. 33, 27, 1 og 2 og 3. Ég hafði syngað gjört hið beina bogið, en þó var mér ekki goldið líku líkt. Og ég svo þakklátur fyrir Guð. Mennirnir eru sérfræðingar í að gera eitthvað beint bogið. Og þá erum við að tala bæði sem sagt náttúrulega og andlega. Ég trúi því að við þurfum líkamlega lækningu, eins og við þurfum andlega lækningu vegna þess að Guð gaf okkur líkamann til að búa í, og það vont að vera í slitnum og ónýtum líkama. Ég vil hafa hann heilan, takk fyrir. En við erum sérfræðingar í að gera hið beina bogið, og stundum þar sem þegar Guð hefur lagt fyrir okkur beinan veg, að þá víkjum við að leið, og svo skiljum við ekkert í því að við erum allt í einu komin út í eitthvað dýki, og hlutirnir gangi ekki eins og þeir eiga að ganga. Þess vegna, já, Guð, hann hefur gefið okkur þessa stórkostlegu stofnun sem við köllum hjónaband, og hún er grundvöllur allra þjóðfélaga, ekki bara á Íslandi, heldur allan heim. Fjölskyldan er athvarf, við sungum þú ert mitt athvarf Guð, en fjölskyldan er athvarf allra. Og þeir sem ekki eiga fjölskyldu, þeir eru einmana, þeir eru vængbrotnir. Og það er eitthvað svo yndislegt við þetta sem Guð hefur gert, að hann hefur gefið okkur fjölskylduna til að taka utan okkur, og þar sem við eigum athvarf, þar sem við eigum gleðistundir, sorgarstundir, og þegar við eigum sorgarstundir, þá er fjölskyldan þar til að taka utan okkur. Við erum ekki ein. Þess vegna er hjónabandið svo mikilvæg stofnun. Og ég var að hugsa þessa hluti, og í vikunni, og þá kom til mín kom í huga mín orð í Tímóteusarbréfinu, þar sem segir að hann er að tala til Tímóteusar, og þetta er í fyrra Tímóteusarbréfi, við skulum ekki segja fyrsta, þá koma málfræðingarnir upp til mín á eftir, við segjum fyrra Tímóteusarbréf, og ég er þakklátur fyrir málfræðingarna vegna þess að þeir hafa kennt mér og kenna enn. Fyrra Tímóteusarbréf, 3. kapli, 14. vers, þar segir: Þetta rita ég þér, þó ég voni til að koma bráðum til þín, til þess að þú skuli vita, ef mér senkar, hvernig á að haga sér í húsi Guðs. Og fyrsta hugsunin sem kemur til allra, já, hvernig við að hafa okkur núna þegar við komum á samkomu, ekki endilega, jú, það er gott líka, en sjáðu, ef við förum í Hebreabréfið 3:6, þá sjáum við að hans hús erum vér. Hans hús erum vér, eða við. Við erum húsið. Við erum musteri heilagsanda, þannig að við saman erum hús Guðs. Og spurningin er, hvernig högum við okkur í húsi Guðs? Og Páll vildi kenna Tímóteusi hvernig átt að haga sér í húsi Guðs. Hjónaband er einn af þeim stólpum sem við virðum í húsi Guðs. Við berum virðingu fyrir hjónabandinu. Af hverju? Af því að það er orð Guðs. Og það er eina af þessum beinu götum sem Guð hefur gefið okkur til að ganga á. Og við ættum ekki að vera að beygja þá götu. En mennirnir, þeir eru sérfræðingar í að beygja það sem Guð hefur í rauninni gert vel og gott. Margir segja og hafa gagnrýnt þetta hjónabandið, og mann eftir einum lútherskum presti sem var að tala það að konungarnir, þeir áttu jú margar konur, og þannig að við getum, Guð, hann var ekki með þetta á hreinu, sagði presturinn. En ef við förum í Móse lögmálið, þá er Guð svo sannarlega með þetta á hreinu, vegna þess að þú lest í 5. Mósebók, 17. kapla, hvar er þetta? 17. kapla og 17. vers, getur það verið? 5. Mósebók, 17. Ef að lesa það og sjá hvað lögmálið segir hversu margar konur maðurinn á eiga,
og eða hversu margar konur konungarnir áttu að eiga. Við sjáum að Davíð konungur, Salómon konungur, þeir áttu báðir margar konur, Salómon miklu fleiri. En sjáum hérna hvað lögmáli segir. Hann skal og eigi hafa margar konur. Hann skal eigi hafa margar konur. Og Jesús hann vitnar með þessu versi og segir að hann skal hafa eina konu, hann skal búa við konu sína. Hann skal eigi hafa margar konur, svo að hjarta hans gjörist eigi fráhverft og hann skal eigi draga saman ógrynni af silfri og gulli. Hann skal eigi hafa margar konur. Þannig að lögmálið er skýrt. Guð gaf manninum eina konu. Og ég er þakklátur fyrir að ég á þar ekki fleiri. Og hún sennilega líka fyrir það, já, fyrir hið sama. Vegna þess að það er alveg nóg að vera bara tvö, já, takk, tvö sama. Ég sé að það eru fleiri þakkláttir hér í dag. En vitið þið í sambandi við hjónabandi, ég sagði ykkur frá því síðast þegar ég talaði um þetta, það voru ung skötuhjú í Englandi eða par. Þau fóru í mál við breska ríkið vegna þess að þau vildu vera í sambúð. Þau vildu ekki vera í hjónabandi. Af hverju vildu ekki vera í hjónabandi? Maðurinn sagði, sko, ég vil ekki lítilsvirða konuna mína, ef við göngum í hjónabandið, þá er hún eign mín. Þá er hún bara þrællinn minn og eign, af því að þá á hún að vera undirgefin, segir Biblían, og það var eitthvað sem að honum fannst fráleitt, og hann vildi, og hann bar fyrir sig þau rök að samkynhneigðir fengju að vera í sambúð, og af hverju fengju þá ekki karl og kona. Það var þarna í breskum lögum, þetta var komið inn í íslensk lög fyrir langa löngu að menn gátu verið í sambúð, en þarna var eitthvað í breskum lögum sem gerði bara ráð fyrir hjónabandi karls og konu. En mér fannst þetta svo skondið að lesa þetta og þennan misskilning að halda það að undirgefni þýði góltuska. Sjáðu, Jesús Kristur, hann kom eitt sinn og þvoði fætur lærisveina sinna og hann sagði, ef að ég er herra og drottin, hef þvegið fætur ykkar, eigið þið þá ekki líka að þvo fætur hvers annars. Og þið með alveg fara í fótabað fyrst heima ef að ég á að þvo fætur ykkar. Þetta var grín. En sjáðu, Jesús, þetta að þvo fæturnar, þetta var siður í Austurlöndum og þetta var kurteisi að þvo fætur manna þegar þeir kom í heimsókn og það var yfirleitt lægsti þrællinn sem framkvæmdi þessa athöfn, segja ritningarnar. Og Jesús Kristur tók sér stöðu sem hinn lægsti þræll, þó hann væri drottinn og herra. Hann gaf líf sitt þó hann væri drottinn og herra. Þannig að er erfitt að vera undirgefin eða sýna virðingu einhverjum sem þvær fætur þína? Nei. Og það er ekki erfitt að vera sem sagt, undirgefin maka sínum. Við þurfum bæði að vera undirgefin vegna þess að annars gengur hjónabandið ekki upp. Nú, Jesús Kristur, það er svo merkilegt, hann gerði greinamun á sambúð og hjónabandi. Hvað segir? Gerði hann greinamun á því? Já, já. Hann hitti einu sinni konu við brunn, og það er í Jóhannesar Guðspjalli 4. kafla og 17. versi, og þá er hann að segja við hana að hann vilji gefa henni vatn að drekka. Svo segir hann við hana, kalla á manninn þinn. Og hún segir, ég á engan mann. Og Jesús segir, heyrðu, rétt segir þú átt engan mann. Maðurinn sem þú átt eða býrð með núna er ekki maðurinn þinn. Af hverju sagði Jesús það? Jú, af því að hún var ekki í hjónabandi með honum. Hún hafði verið í hjónabandi með 5 mönnum, en nú var hún ekki í hjónabandi, hún var í sambúð. Þannig að Jesús Kristur, hann gerði greinarmun á sambúð og hjónabandi. Og hvers vegna var það? Jú, af því að Guð, hann er höfundur hjónabandsins.
Og við sjáum í Mósebókinni, fyrri Mósebók, 2. kafla og 22. vers, að eftir að Guð hafði skapað konuna af rifi mannsins, að þá leiðir hann konuna til mannsins og gaf honum hana. Aftur seinna segir spámaðurinn Malaki okkur að Guð hafi verið vottur, og þetta Malaki 2:14, að sáttmálsgjörðinni milli þín og eigin konu æsku þinnar. Þannig að hjónaband sáttmáli þar sem votturinn engin annar en Guð almáttugur. Hann mætir á staðinn og hann ber vitni þegar einhver gengur í hjónaband. Það svona fáránlegt að segja að hjónaband sé veraldleg stofnun. Nei, það ekki veraldleg stofnun. Það eitthvað sem Guð gaf okkur. Guð leiddi fyrstu konuna til fyrsta mannsins og segir síðar að við eigum að halda trúnaði við eigin konu æsku okkar, eins og Malaki bendir okkur á. Amen. Þannig að spurningin sumir segja, ja, ég vil ekki gifta mig af því að þá þarf ég að skilja og það tómt vesinn, og svo bent á að ja, 50% af þeim sem gifta sig skilja, og hvernig stendur á því? Jú, ef við ætlum að byggja hús þá þurfum við grunn, og við þurfum að velja rétt, og margir byrja sitt samband á því að fara upp í rúm með annari persónu og eiga líkamlegt samneyti eða kynlíf, og það ekki góður grunnur. Vegna þess að ef við byrjum þar, að þá ruglar það sálarlífið okkar. Guð vill að við fyrst gefumst hvert öðru andi, sál, og við kynnumst og við gefumst, sem sagt, ég segi við konuna mína, ég tilbúin að vera með þér allt mitt líf og deila öllu sem ég á, og taka, sem sagt, ef þú ert veik þá ég þar, ef þú ert trygg þá ég þar, og við gefumst hvert öðru, og það það sem heldur. En ef við sem sagt, byrjum á öfugum enda, þá lendum við alltaf í rugli og baráttu, og þess vegna það svo margir sem að vita ekki í hvort fótinn þeir eiga að stíga, vegna þess að þeir byrjuð á vitlausum enda, en það blessun að gera hlutina eins og Guð hefur gefið okkur þá. Þess vegna hef ég tekið eftir einu, menn svona, já, hafa svona fordóma gagvart hérna því sem við köllum netsamböndum og netstefnumótum, en við höfum eitt hérna í kirkju sem kynntist konu á internetinu, og þau kynntust í 2 ár. Sem sagt, voru 2 ár að tala saman á Messenger eða Skype eða hvað það biðja saman, og svo hittust þau, giftu sig, og vitið það að það alveg bara yndislegt hjónaband. Þau sem sagt urðu fyrst, þar sem við segjum á enskunni soulmates eða sálarfélagar, og síðan gengu þau í heilagt hjónaband. Og þess vegna segi ég að það ekki endilega neitt rangt við það að byrja samband einhvers staðar á netinu, og við þekkjum fleiri net, við þekkjum nokkra hérna, og það hefur gengið alveg ljómandi vel. Það var einn í heimsókn í Englandi daginn að hitta einn svona mann sem hafði gift sig á kynnst konu sín á netinu, og vitið það bara gott. Þannig, en það sem ég að segja að það svo gott að koma Guðs leið, að koma þá leið sem Guð velur fyrir okkur. Og Biblían kennir það að syndagefa,
að gefa líkama minn, að það synd fyrir mig að gefa líkama minn konu ef ég ekki tilbúin að gefa lífið mitt. Það byrjar með því að ég gef lífið mitt, svo fylgir líkaminn með. Þá gengur þetta allt saman eins og það á að ganga. Það hjónaband. En þú segir, já, samt skilja hjón. Jú, við þurfum að hafa líka réttan grunn og við þurfum að vera tilbúin að ganga með þessari persónu. Nú það geta komið aðrir hlutir inn í. Ég veit að fólk kannski giftir sig og kynnist síðan ekki maka sínum fyrir það fer að búa með honum. Og í sumum tilfellum hefur það gerst hjá kristnu fólki og ég trúi því að eins og Jesús sagði, vegna hjarta harðúðar yðar leyfði Móse skilnað. Ef að einhver kona lendir í því að maðurinn hennar fer að berja hana, beita hana ofbeldi, að þá hefur hún rétt til að skilja. Ég trúi því. Biblían, Páll segir, það engin þrælbundin í þessum efnum. En Guð, hann sem sagt gaf okkur þetta band að bindast konu okkar og vera henni sem sagt trúr og hún trú til þess að við getum síðan eignast fjölskyldu og við getum verið athvarf, við getum verið skjól eins og ég sagði í upphafi. Og mér langar að lesa hérna bara frá Matteusi orð Jesú Krist og við skulum fara í Matteus 19. Matteus 19, 3. kapla, nei 3. vers, Matteus 19, 3. kapla, nei það er einum kapla og mikið. Matteus 19, þá komu farisear, 3. vers, til hans og vildu freista hans. Þeir spurðu leyfist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er. Hann svaraði, hafið þér eigi lesið að skaparinn gjörðu þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Og orðið hérna að bindast, ég hef skrifað það niður gríska orðið, það felur í sér að þau eru eins og límd saman. Þau verða eining, eða eins og við segjum á enskunni one unit saman. En við yfirgefum föður og móður, tenging við foreldra breytist. Við erum ekki lengur eins tengt foreldrum okkar eins og við vorum. Nú tengjumst við, sú tenging, hún slitnar, við yfirgefum, síðan kemur önnur tenging í staðinn og það konan okkar eða maðurinn okkar. Nú erum við tengt þar að því að við erum orðin nýtt fjölskyldu unit. Það sem sagt, ein fjölskylda búin að fæða af sér aðra fjölskyldu og þetta mjög mikilvægt að við sem sagt yfirgefum föður og móður til að búa við maka okkar. Og ef við lesum áfram, þá segir hann, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður, bindast konu sinni, þau tvö skulu vera einn maður. Þannig eru þau ekki fram að tvö heldur einn maður, þar sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Þannig að Guð, hann gerir ráð fyrir réttum grunni og trúmennsku. Þar sem Guð hefur tengt saman maður eigi sundur skilja, ef að grunnurinn réttur að þá leiðin bein. Þá verður hún ekki hlykkjótt. Þannig já, Guð hann gerir ráð fyrir því og í rauninni ættu kannski 99% hjónabanda að ganga upp. Það eru svona undantekningar. Það á ekki að vera þannig að 50-60% af hjónum þurfa að skilja. Nei, ef að við komum Guðs leið, rétta leið, og nú ég að tala hvernig við höfum okkur í húsi Guðs. Fyrir utan í dag, fyrir utan þetta hús Guðs, þá kalla menn þennan boðskap ofstæki. Þeir kalla þetta öfga og ofstæki af því að þeir vita ekki lengur hvað heilbrigt, heilagt, satt og gott. Og það sem ég verið að taka eftir undanfarið að menn eru stórmiklir og öflugir í trúnni þegar kemur að því að trúa lyginni í dag.
Það er alveg undarlegt. Og það meira segja lögfræðingur, hann var að skrifa núna að ef þú kemur með sannleikann að þá ertu ofsóttur. Ég sá þetta bara í gær. Og það eru margir sko sem eru fyrir utan hús Guðs, þeir eru farnir að taka eftir þessu að sannleikurinn, ef þú talar sannleikann, þá ertu ofsóttur. Og reyndar sagði ég segja spámaður okkur þetta fyrir að sannleikurinn er horfinn og sá sem fyrrist það sem illt hann gjörir sjálfan sig að skotspæni. Þetta er Jesaja 59, 14 eða 15. Að þeir sem tala sannleikan, þeir gera sjálfan sig að skotspæni og þeir verða ofsóttir. Og já, Jesús sagði að fyrir því gjörði hann þau karl og konu. Hann gerði þau karl og konu. Það er sköpunarverkið. Hann er ekkert lengur en það. Hitt er árás óvinarins á sköpunarverkið. Það er árás. Óvinurinn byrjaði strax árás á sköpunarverkið í garðinum. Og hann hefur haldið þeirri árás. Þetta kemur í holskeflum. Og það er óvinnurinn sem segir manni sem segir kallmanni, þú ert ekki kallmaður, þú ert kona. Það gerist í hugarheimi manns. Og er það hatursorðræða? Nei. Ég hef mína samfæringu. Ef einhver hugsar svona, þá er ég samfærður það að það er verið að ráðast inn í hugarheim hans og spilla því sem Guð hefur vel skapað. Nú, að lokum, þá er hjónabandi mynd af Kristi og hans kirkju. Kristur, hann yfirgaf föður og móður, og þú segir, já, Guð er bæði faðir og móðir, og til að búa við eiginkonu sína, hann kom til jarðar til þess að búa við eiginkonu sína, hann kom til jarðar til að eigna sér festarmær eins og var gyðingasiður og síðan fór hann heim til föðurins, svo kemur hann aftur að sækja brúði sína. Og í Efesusbréfinu 5. kafla, það er 30. þá talar Páll þetta, það er 31. versið, þá segir hann, þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður, búa við eiginkonu sína, munu þau tvö verða einn maður. Svo segir hann, og við höfum alltaf lesið þetta, hann er að tala hjónabandið, en hér segir hann, hér kemur skipting, hann segir, þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. Nú er hann ekki lengur að tala mann og kona, hann er að tala Krist og kirkjuna. Að Kristur yfirgaf föðurinn til þess að búa við eiginkonu sína sem er kirkjan. Þannig að Kristur, hann kemur aftur heim með konu sína. Og það er einmitt það sem við eigum í vændum að við í Opinberunarbókin 19. kapli og 7. vers segir að það er brúðkaup sem er í vændum, að komið að brúðkaupi lambsins. Biblían kallar Krist lambið, Jóhannes talaði lamb Guðs, Opinberunarbókin talar lambið. Og það er talað að brúðurinn kemur niður með Kristi til að búa hér á hinni nýju jörð. Og það segir, komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Og ég trúi því systkini að það er svo mikilvægt á þessum dögum að við horfum til þess sem er að koma. Eins og einn bað hér fyrir samkona, hann sagði, kom þú Jesús Kristur, kom þú Jesús Kristur, kom þú Jesús Kristur. Hvern hlakkar ekki til að sjá maka sinn, hitta maka sinn sem hefur verið fjarlægur. Okkur hlakkar til að Jesús Kristur, hann komi og taki völdin á þessari jörð og búi okkur stað og ríki þar sem réttlæti býr, eins og segir í Pétursbréfinu. Ég hlakka til þess dags að Jesús Kristur, hann kemur á skýjum himinsins og við sem sagt Biblían segir að við verðum hrifin upp sem erum brúður hans,
en við munum ekki búa í loftinu, við komum aftur niður með honum á nýja jörð, ný sköpun, nýr himinn. Engin svona loftslagsvandamál vegna þess að Guð, hann gjörir alla hluti nýja. En takið eftir þessu að brúður hans hefur búið sig, og það er ákveðið hróp, trúi ég í dag, að brúður hans búið sig, að hún undirbúið sig. Hún sé ekki upptekin af því sem að gerast hér, heldur að hún horfi vonaraugum til þess að Jesús Kristur, hann opinberi sig á ný. Og þá skiptir máli líka hvernig við höfum okkur í húsi Guðs. Vegna þess að við viljum heiðra hann. Og þegar við komum hans leið, þá heiðrum við hann. Það er talað um það í Þessalónikubréfinu, einmitt að tala um þessa hluti, að þá er sagt að þeir fyrirlitu orð Guðs. Og er það ekki sárt þegar eiginkonan finnur kannski að maðurinn fyrirlítur hana, eða maðurinn finnur að konan hans fyrirlítur hann. Haldið það ekki sárt fyrir Krist að við fyrirlítum boðin hans og orðin hans. Ég trúi því að það er ekkert sárara. Ég er ekki að segja við glötumst, ég er bara að segja að það hryggir heilagan anda þegar við viljum ekki sem hans hús meðtaka hans orð. Við megum ekki færa þau gildi og þau mörk úr stað sem hann hefur gefið okkur. Við eigum að halda fast, og við eigum að, sama hvað öðrum finnst, þá eigum við að halda fast í þau gildi sem að Guð hefur gefið okkur. Amen. Þannig að spurningin erum við að búa okkur undir komu Jesú Krists, eða flæðum við bara með öllu þessu sem að gerast í heiminum, anda lýginar í dag og höldum að enginn sé morgundagurinn? Ég segi bara að morgundagurinn mun koma, að kvöldi gistir oss grátur, en það kemur gleðisöngur á morgni. Og þegar ég tala um morgundaginn, þá er ég að tala um dag Krists. Halleluja. Við vitum að dagur Drottins kemur, en ég er að tala um dag Krists þegar hann kemur og við sjáum hann og við fögnum með óendanlegri gleði. Þannig að tilgangur lífsins fyrir því sem ert að horfa, að hann í Jesú Kristi. Guð skapaði okkur til að eiga samfélag við sig, og ég hvet þig til að undirbúa þig undir daginn þegar hann kemur. Og án hans getum við ekkert, og við getum ekki réttlætt okkur sjálf. Við þurfum á Jesú Kristi að halda til að réttlætt okkur. Við þurfum að meðtaka náðarbréfið sem hann hefur gefið okkur með fórnardauða sínum, og þá erum við réttlætt. Amen. Drottinn bless ykkur og þakka ykkur fyrir að hlýða. Gjörðu svo vel, Snorri, nú göngum við að borðið Drottins.